Nú að sýna ykkur hvernig unnið með veldi og sviga. Og við skulum bara byrja hér. Þegar veldi fyrir utan sviga eins og hér, þá margfaldast sú tala við veldið sem má finna inn í sviganum. Og í þessu tilfelli værum við þá með x í öðru veldi og veldið 2 margfaldast við veldið sem fyrir utan svigan. Svona. Út úr þessu myndum við þá fá x í 7. veldi. Hérna erum við með sviga og vorum með veldi hérna fyrir utan og áður en við byrjum þá megum við alls ekki gleyma því að tala eða stærð sem ekki með neitt sýnilegt veldi ber alltaf veldið 1 og þá ágætt að byrja. Þá sjáum við að 3 í fyrsta veldi, þetta verður þá 3 í veldinu 1 sinnum 2 af því að ég tek veldið 1 og margfaldaði við veldið sem fyrir utan svigan. Þá kemur sinnum x í öðru veldi sinnum 2 af því að x-ið hér í öðru veldi og það annað veldi fyrir utan sviga. Höldum áfram, skoðum y-ið sem í 3. veldi og margfaldast þá við veldið sem fyrir utan svigan sem 2 og eftir þetta ættum við að geta einfaldað. Ég fæ þá 3 í öðru veldi, ég fæ x í 4. og ég fæ y í 7. Ef við viljum einfalda þetta enn frekar, 3 í öðru sem 3 sinnum 3 þá 9 og rest verður óbreytt og okkar lokasvar hér. En lítum þá í lokin á þetta hér. Þetta erum við brot í sviga og það þannig að þetta veldi margfaldast við öll þau veldi sem má finna inn í sviga, óháð því hvort það uppi á striki eða undir striki eins og hér og hér. Og nú ég að setja veldið 1 á tvistin og þristin af því að það var ekkert sýnilegt veldi og þess vegna ber það veldið 1. Og höldum það áfram. Þetta verður þá uppi 2 og veldið sem á tvistinum 1 sinnum veldið sem fyrir utan svigan 2. Undir það 3, 1 sinnum 2. Klárum að reikna þetta. Við fáum þá 2 í öðru veldi og fáum 3 í öðru veldi. Og loka niðurstaðan okkar hér ætti það að vera 4 9. Svona.